það eru gerðar húsleitir hjá okkur og heima hjá mér. Þegar þú ert framkvæmdastjóri Saga Já, fjárfestingarbanka. Já. þegar ég er forstjóri þess og þá eru gerðar húsleitir og skyndilega eru myndir í blöðum og maður er í rauninni bara útrópaða glæpamaður og gott og vel með það, sko, maður þarf að þola það að fara kannski í bónus og fá illa rauggotur eða stundum með slegið og það var einu sinni hrækt og eitthvað svona. Þetta bara, þú veist, ferði í gegnum, þú bara strammar það og gerir þið í brók, sko, og ferði út í þín dag. En stemmingi var bara svona, en það var í rauninni kynnt áfram að mjög óvönduðum meðulum. Það er eiginlega það sem að ég hef mest gagnrýnt, að til að mynda voru þessi ofsafengnu húsleitir. Til hvers var þetta mörgum árum eftir meint brot? Það var til dæmis ýmislegt hirt hjá mér, allt nema það sem að ég taldi að skipti máli, sem að voru mína vinnudagbækur. Ég fór svo með þær sjálfur til saksóknara vegna þess að ég taldi og tel enn að ég hafði ekkert að fela. Og ég sýndi þeim bara að gera svo vel. Þetta er það sem að ég var að gera þessa daga sem þið eru að rannsaka. Síðan bara líður og býður og við spyrjum hvað snýst þetta mál. Ég vildi fá að vita hvað snýst þetta. Við erum öll að vilja gera það og ég lagði áherslu á það við mitt fólk aðstoðið í lögregluna. Við skulum reyna að finna út úr þessu og bara klára þetta mál fljótt og örugglega og halda svo áfram. Þá voru grunnsendir lögreglu eða sérstaklega saksóknara það að það væri skjalafals sem hefði átt sér stað. Við konnuðust ekki við það og reyttum fram gögn á innan við 30 mínútum sem að passaði við þetta og við sögðum, nei, hér er ekkert skjalafals, gjörðu það svo vel, hér er öll frumritin og bara til þess að staðfesta að það er rétt sem við erum að segja og sýningu fram á, gjörðu það svo vel. Og í rauninni þessi hamagangur hefði alveg getað þeir hefði getað sleppt honum, sérstaklega saksóknari ef hann hefði vita hvað hann var að gera, bara einfaldlega sjá þessi gögn í róleitum, kalla eftir þeim eða fá þau afhent hjá fjármálaeftirlitinu. Það hefði ekki þurft þessi læti. En ég held einmitt að, ég kem að því kannski síðar, stóra máli var að það var sko hátt reitt til höggs að af því að menn fór á stað með svona miklum látum, þá varði einhvern veginn að halda áfram að rannsaka, halda áfram að reyna að finna eitthvað og þá held ég að menn hafi farið út á villigötur að beita ýmsum meðulum við það að reyna að finna eitthvað þegar í ljós kom að það var ekki eftir neina að slægjast. Við höfðum ekki haft rangt við og þá fórum við bara að beygja reglurnar og búa til eitthvað sem hægt var að halda áfram með. Þú ert að segja að það er farið í handtökur og húsleitir hjá þér á grundvelli gruns skjalafals. Já. Og síðar kemur í ljós að það er ekki á rökum reist og þá hafi raun og veru bara annar málatilbúnaður hafist. Já, það var nákvæmlega þannig. Og það er, þú veist, nú get ég bara að tala fyrir okkur og þetta eina mál sem ég þekki vel. Nú get ég bara að tala fyrir það og það gerist allavega í þessu tilviki. Og þá fór bara annar málatilbúnaður í gang. En þeir heldur svo áfram að rannsaka málið í 4 ár. Hættu rannsókn í tvígang af því að það bara fannst ekkert. En svo varð í rauninni kúvending í þeirra rannsókn þegar að þeir fundu uppljóstrara, mann sem að kaus að vitna gegn sínum kollegum í Glitnibanka. Hafði verið með mjög staðfastan framburðum sína vinnu og atburði alveg þangað til að hann varð ekki lengur og tók uppbeygju og við komumst að því síðar að hann hafði fengið sem sagt sakaruppgjöf frá ríkissaksóknara gegn því að hann myndi syngja einhvern söng sem að saksóknari vildi að hann syngdi. Var hann sakborningur áður? Já, hann var sakborningur áður. Og er með staðfastan framburð sem sakborningur lengi vel. Já. En tekur uppbeygju þegar hann fær sakaruppgjöf gegn því að vitna gegn sínum kollegum í Glitnibanka. Er það ekki bara keyptur framburður öðrum orðum? Ég ætla að sé það ekkert öðruvísi en það er bara keyptur framburður og í öllum þróuðum ríkjum þá væri það slíkt bara ekki tekið gilt en það var gert í þessu tilviki. En svo ég vitni bara í orð dómaran sem að vildi sýkna okkur í þessu máli. Hann skilaði séráliti 1 af 3 dómurum. Hann sagði að það veru engin gögn eða vitnisburðir nema frá aðkeyptum uppljóstrara sem bentu til þess
að við hefðum haft rangt við í þessum viðskiptum. Já, sem sagt meðdómarinn sá það alveg þannig að þetta Hann sá væri, þannig. Að bara þessi framburður væri ekki, reyndasti dómari Héraðsdóms Reykjavíkur, hann skilaði sér áliti, sagði það er engin gögn eða upptökur eða annað sem bendir til þess að það beri að sakfella.